Drottinn sé með yður. Og með þínum anda. Biðjum, Drottinn Guð, verndari allra sem á þig vona, við biðjum þig. Léttu af okkur áhyggjunum framtíð okkar og kenndu okkur að horfa til þín og treysta gæsku þinni allar stundir. Fyrir son þinn Jesú Krist Drottinn vor, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð aldir alda. Ég les lexíu síðasta sunnudags sem var 15. sunnudagur eftir þrenningarhátíð og skráð í annarri Mósebók. Þegar mönnum varð ljóst að Móse seggaði ofan af fjallinu, þyrftust þeir að Aroni og sögðu við hann: Komdu og búðu til Guð handa okkur sem getur farið fyrir okkur, því að við vitum ekki hvað varð þennan Móse, manninn sem leiddi okkur út af Egyptalandi. Aron sagði við þá: Slítið gullhringana úr eyrum kvenna ykkar, sona og dætra, og færið mér. Þá sleit allt fólkið gullhringana úr eyrum sér og færði Aroni. Hann tók við þeim úr höndum þeirra, bræddi og steypti úr þeim kálf. Þá sagði fólkið: Þetta Guð þinn, Ísrael, sem leiddi þig út af Egyptalandi. Þegar Aron sá þetta, reisti hann altari fyrir framan kálfinn. Síðan hrópaði hann og sagði: Á morgun verði drottni haldin hátíð. Morguninn eftir voru þeir snemma á fótum, færðu brennufórnir og leiddu fram dýr til heillafórna. Því næst settist fólki til að eta og drekka og stóð síðan upp til að skemmta sér. Þá sagði Drottinn við Móse: Farðu niður eftir, því að þjóð þín sem þú leiddir út af Egyptalandi hefur steypt sér í glötun. Skjótt hafa þeir vikið af þeim vegi sem ég bauð þeim. Þeir hafa steypt sér kálf, fallið fram fyrir honum, fært honum sláturfórnir og sagt: Þetta Guð þinn, Ísrael, sem leiddi þig út af Egyptalandi. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Guði sé þakkað. Thank you.
náð Guðs og friður sé með þér. Það ekki fyrir meðvirka manneskju að sitja á Alþingi. Eitt hefur nefnilega vakið athygli mína og það að ég sé stundum sama fólkið og tekst á í ræðustól á Alþingi og jafnvel á stundum virkilega harkalega, sitja svo saman sem mestu mátar í kaffiterjunni, borð í flugvél eða jafnvel að taka á því saman í ræktinni. Því segi ég það ekki fyrir meðvirka mannesku að sitja á Alþingi. Það sem við sem fylgjumst með störfum Alþingis sjáum fyrst og fremst það sem fer fram í sjálfum þingsalnum. En þó það svo að öll alvöru vinnan, málamiðlanirnar, sættirnar fara fram fyrir luktum dyrum á nefndarfundum. Og það ekki sýnt frá þeim í sjónvarpinu. Það ekki sýnt frá samtölunum sem eiga sér stað þar, opinberlega. Það krefst ákveðins þroska að geta umgengist og jafnvel þótt vænt fólk, þó að það sé okkur ósamála í mörgum málum, já og jafnvel í grundvallamálum. Manneskjan nefnilega svo miklu meira en skoðanir hennar. Og hvað þá þær sem birtast á samfélagsmiðlum. Auk þess það hverju okkar hollt að raða ekki einungis í kringum okkur fólki sem sama sinnis og við alla hluti. Þá endum við í bergmálshelli og förum á mis við það tækifæri að kynnast því góða fólki sem hefur það eitt til saka unnið að vera ósamála okkur í pólitík eða trúmálum. Vissulega þægilegast að umgangast fólk sem okkur sammála. En grundvallarstef lýðræðisríkis frelsi til ólíkra skoðana. Lexía síðastliðinn sunnudag sem lesin var í kirkjum landsins sagan af gullkálfinum og dansinum í kringum hann. Ég býst við að þið kannist flest við þessa sögu, enda hún hluti af menningu okkar eins og svo margar sögur Biblíunnar. Dansinn í kringum gullkálfinn segir sögu af fólki sem dýrkar eitthvað innantómt. Það dansar í kringum styttu því að það þarfnast áþreifanlegs Guðs. Það býr til Guð úr gullinu, úr skartinu sem það ber í fórum sér. Fólki sem þarna ræðir var statt í eyðimörkinni, langt frá allri siðmenningu. Það hafði verið frelsað af Guði og leitt úr ánauð í Egyptalandi og leiða má líkum að því að gullið eða skartgripirnir sem fólkið bar á sér og bræddi og mótaði síðan nautkálf úr sé tákn þess oks sem fylgt hafði þrældóminum í Egyptalandi og þau voru nú laus við. En fólki var þó ekki frjálsara en svo að leið og leiðtoginn þeirra, Móse, brá sér að bæ upp á fjall til að hitta Guð sinn og sækja boðorðin 10, myndaði svo mikið tómarúm að þau bjuggu sér til styttu af kálfi eða nauti, sem að myndi á Guðina sem þau höfðu dýrkað áður og margir voru einmitt í kálfslíki. Ef til vill fólst ákveðið öryggi í nautkálfinum. Hann var kunnulegur. Hann táknaði styrk, hörku og árásagirni. Hann gat ráðist á ógnina. Það var ekkert mjúkt eða kærleiksríkt við kálfinn, en hann var bæði sterkur, glóandi og áþreifanlegur. Þegar kálfurinn tilbúinn heldur fólki veislu. Það dansar í kringum hann og færir honum fórnir. Þau þarfnast leiðtoga. Það nýtt fyrir þeim að fylgja Guði sem það getur ekki gert sér greinagóða mynd af, Guð sem ekki hægt að snerta. Sagan af gullkálfinum og dansinum í kringum hann saga af fólki sem villist af leið skamma stund. Það beinir bænum sínum að veraldlegum auðæfum. Það leggur traust sitt á það sem ekkert gefur nema birtu í augun
og góða veislu eina kvöldstund. Dansinn í kringum gullkálfinn er tákn græðgi og þrá okkar eftir veraldlegum gæðum. Við föllum flest, ef ekki öll, fyrir gullkálfum og hrífumst með í dansinn í kringum hann. Hann glóir svo fagurlega og það er svo gaman í návistans að það er auðvelt að gleyma sér. Hann er stór og hann er sterkur og hann er sigurviss. Gullkálfurinn er líka dæmi það sem getur gerst þegar við missum sjónar af því sem raunverulega skiptir máli í þessu lífi. Á fæðingardeildinni hér í Reykjavík verða til 9 Íslendingar á hverjum degi, hver einn og einasti þeirra eignalaus í raun. Handan Öskjuhlíðarinnar er svo stærsti kirkjugarður landsins, fullur af fólki sem eitt sinn átti pening. Peningar fær okkur öryggi, þak yfir höfuðið og matur á borði kostar peninga. Ég geri ekki lítið úr því. Þeir eru verkfæri sem við notum í lífinu, en þeir eru ekki lífið sjálft. Þegar við erum farin að lifa peningana vegna, þá er farið að glitta í kálfinn. Peningur er góður þjófn, en vondur húsbóndi og enn verri guð. Hver er gullkálfur dagsins í dag eða gullkálfarnir? Erum við búin að bræða skartið og smíða gullkálf enn eina ferðina sem samfélag, eða hvert og eitt fyrir sig? Gullkálfarnir eru allt, í einkalífi, stjórnun landsins, kirkjunni. Þeir skína svo skært og það er auðvelt að hrífast með í dansinum. En allur gleðskapur tekur enda og ljósin kvikna. En góðu fréttirnar eru þær að Móse steig að lokum niður af fjallinu með steintöflurnar með boðorðunum 10. Hann kom með boðskapinn beint frá Guði, stöðvaði dansinn. Hann kveikti ljósin og víman rann af fólkinu. Og þetta hefur einnig gerst með okkar gullkálfa og okkar trilltadans. Við getum nefnilega stöðvað dansinn og séð skýrt og ný, en stundum þarf einhvern eins og Móse, eða barnið sem sá nekt keisarans, til þess að vekja okkur af vímunni. Það kaldhæðnislega er að fyrsta boðorðið fjallar einmitt það sem fólki þarna hafði fyrir stafni. Í fyrsta boðorðinu erum við vöruð við því að dýrka dauða hluti sem ekkert gefa. Það er því ekki að undra að Móse hafi orðið svo mikið að hann kastaði steinplötunum í jörðina svo þeir brotnuðu. En með boðorðinu 10 kom alveg nýr tónn. Boðorðin eru í raun mannréttinda yfirlýsing. Þar að finna reglur sem eru jafngildar í dag og á tímum Móse. Þetta eru grundvallar umgengnisreglur sem eiga að gilda allar manneskjur óháð stétt eða stöðu. Og hér hefur Alþingi mikilvægu hlutverki að gegna, því að hvert samfélag þarf siðareglur, umgengnisreglur, mannréttindasáttmála til þess að beina okkur frá gullkálfinum, hinu innantóma. Það er samfélagsins alls að setja þessar reglur, en það er gott að Alþingi gangi á undan með góðu fordæmi. Siðareglur samfélagsins höfum við sótt til kristinnar trúar í 1000 ár og sumar þeirra allt frá tímum Móse og eru þær því ekki einungis bundnar við kristni. Ég hef tjáð mig það nokkru sinnum undanfarið að ég sé sátt við þann aðskilnað sem hefur átt sér stað á milli ríkis og kirkju. Ég tel það vera kirkjunni mikilvægt að vera ekki of nátengt ríkinu og ég held að sama eigi við ríkið. Kirkjan verður að vera sjálfstæð í sinni boðun, en það þýðir ekki að ríki og kirkja eigi að vera ótengt að öllu leyti. Því að ríki og kirkja gegna að mörgu leyti svipuðu hlutverki í samfélaginu. Því bæði þjóna fólki og vinna að velferð samfélagsins okkar, hvort með sínum hætti þó. Ríkið setur lögin með velferð okkar allra í huga. Kirkjan gætir að andlegri heilsu með sálgæslu, iðkun trúar, býður upp á ramma stóra stundi lífsins og boðar kærleikann sem öllu er æðri og við flest köllum Guð. Hlutverk kirkjunnar er meðal annars að styðja þau sem stýra landinu
okkar með því að biðja fyrir ykkur. Þið fáið bænir og sterkar hugsanir frá þeim sem koma saman til bæna í kirkjum landsins hverja helgi. Og það sterkt. Við þurfum ekki alltaf að vera sammála og við eigum ekki endilega að vera það. En við getum gengið í takt þrátt fyrir ólíkar skoðanir því að hjarta okkar allra slær fyrir velferð fólksins í landinu. Það með kirkjuna eins og ykkur sem sitjið á Alþingi. Hún fjöldahreyfing sem samanstendur af fólki með ólíkar skoðanir, ólíkar reynsluheima, fólki sem að oft ósammála. Og það allt í lagi, því að okkur öllum jafnhollt að búa ekki í bergmálshellum. Það ákaflega mikilvægt að við getum talað í hreinskilni og vara við þegar dansinn í kringum einhvern gullkálfinn ætlar að taka yfir. Og þessu hausti liggja fyrir stór verkefni og nú við setningu Alþingis grúfir sorg yfir landinu okkar vegna erfiðra atburða sem hafa átt sér stað og undanförnum vikum. Fjöldi fólks hefur leitað huggunar í kirkjum landsins þar sem boðið hefur verið upp á minningastundir og bænastundir og sálgæslu. Og nú það verkefni okkar allra að vinna að velferð allra en ekki síst barna og ungs fólks þessa lands og leggja okkar á mörkum til þess að skapa börnum okkar innihaldsríkt líf sem ekki fer eingöngu fram fyrir framan skjái og á samfélagsmiðlum. Við þurfum að búa börnum okkar samfélag sem ekki stýrist af tómlæti, ótta og óöryggi, heldur kærleika og umhyggju. Samfélag þar sem hver einasta manneskja metin að verðleikum, hvaðan sem hún kemur og hvert sem hún að fara. Og þessi mannhelgi þarf að endurspegla allar ákvarðanir Alþingis og framgöngu okkar allra sem þetta land byggjum. Kæru vinir, Guð gefi ykkur kjark, visku og styrk, en þó fyrst og fremst opið hjarta og kærleika á komandi tímabili. Guð blessi ykkur öll í ykkar mikilvægu þjónustu sem varðar líf og framtíð okkar allra. Dýr sé Guði sem vísar veginn og elskar allar manneskjur jafnt. Meðtakið postulega blessun. Friður Guðs sem æðri öllum skilningi varðveiti hjörtu ykkar og hugsanir í Kristi Jesú. Amen.
biðjum í Jesú nafni. Heilagi Guð, við biðjum fyrir kirkju þinni hér á landi og allan heim. Blessa nývígðan biskup Íslands og öll þau sem starfa á vettvangi kirkjunnar. Við biðjum þig að vera með þeim sem gegna ábyrgðarstörfum í almannaþágu í þjónustu lands og lýðs. Vak yfir forseta Íslands, ríkisstjórn, alþingi og dómstólum landsins og öllum grunnstofnunum samfélagsins. Blessa störf þeirra og gef ráðamönnum þjóðarinnar anda speki og ráðsnildar. Send þeim trausta ráðgjafa og ráðholla vini. Guð kærleika og samstöðu, opna augu okkar fyrir neyð annarra. Minnstu þeirra sem standa höllum fæti, glíma við fátækt og skuldabyrði, vonleysi, sjúkdóma og hvers konar heilsubrest. Vitja hinna sorgmæddu og í dag biðjum við sérstaklega fyrir öllum þeim sem eiga sárt að binda vegna slysa og voðaverka sem átt hafa sér stað í samfélaginu okkar að undanförnu. Vak yfir börnum og ungmennum, foreldrum og uppalendum og öllum þeim sem móta unga fólkið okkar. Lát eftirsókn eftir raunverulegum verðmætum ríkja í samfélaginu. Gef samtaka mátt til þess að skapa börnum skilyrði til þess að vaxa úr grasi við heilbrigðar og uppbyggilegar aðstæður sem miðla þeim heilnæmum gildum. Forðaðu þeim frá öllu því sem skaðar þau eða brýtur þau niður. Guð réttlætis og sanngirni, við biðjum jafnrétti allra manna, kvenna, karla og allra kynja. Gef okkur vilja og mátt til þess að berjast gegn mismunun og kúgun af hvers kyns toga. Gef okkur visku og auðmýkt að við notum auðæfi jarðar okkur til blessunar og viðurværis, en spillum þeim ekki eða göngum of nærri þeim. Friðarins Guð, við biðjum þig að standa gegn þeim sem spilla friði, en efla þau sem styðja sátt og einingu. Ver með þeim sem líða vegna stríðsins í Úkraínu og í landinu helga, og hvar sem ófriður og átök spilla friði í heiminum. Miskunna þeim ótal mörgu sem á flótta eða á vergangi í heiminum. Gef frið á jörðu og gef frið í hjörtu allra þinna barna. Við biðjum þig eilífi Guð að vaka yfir og blessa öll þau sem eru okkur hjartfólgin og við nefnum nöfn þeirra í hljóði sem við hugsum til á þessari stundu. Heilagi Guð, kenn okkur að lifa í æðruleysi. Kenn okkur að gleðjast og sjá allt það góða í tilverunni, þrátt fyrir mótlæti eða erfiðleika. Við þökkum fyrir allt fólkið sem miðlar von og trú. Ger okkur þakklát í meðbyr og þrautseig þegar á móti blæs. Og allar bænir okkar felum við í bæninni sem Drottinn kenndi og við biðjum og segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottni sé velsemd og þakkar gjöf.
Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen, amen, amen. Já, við bjóðum hlustendur Rásar 1 velkomin.
Hinn 5. september síðastliðinn var gefið út svohljóðandi bréf. Forseti Íslands gjörir kunnugt: ég hef ákveðið, samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að Alþingi skuli koma saman til fundar þriðjudaginn 10. september 2024. Leið og ég birti þetta öllum sem setu eiga á Alþingi boðið að koma nefndan dag til Reykjavíkur og verður þá Alþingi sett að lokinni guðsþjónustu í Dómkirkjunni hefst klukkan 13:30. Gjört í Reykjavík, 5. september 2024, Halla Tómasdóttir. Forsetabréf að Alþingi skuli koma saman þriðjudaginn 10. september 2024. Samkvæmt bréfi því sem ég hef nú lesið, lýsi ég því yfir að Alþingi Íslendinga sett. Ágætu alþingismenn, ég býð ykkur velkomin til þings og óska ykkur velfarnaðar í þeim mikilvægu störfum sem framundan eru. Setning Alþingis hátíðarstund sem við fögnum, þakklát fyrir að búa í landi þar sem lýðræðið virt. Nú við þingsetningu ber þann skugga á að þjóðin harmi slegin eftir hnífstungur síðastliðna menningarnótt, sem hafði óbærilegar afleiðingar. Við fyllumst vanmætti við slíkar aðstæður. Því hvað þýðingar meira í samfélagi manna en fólkið okkar? Unga fólkið okkar í blóma lífsins. Líkt og þingið hefja skólar land allt nú starf í skugga þessa harmleiks. Og okkur ber að hlúa að börnum okkar, tryggja öryggi þeirra og koma þeim til manns. Vera þeim góð fyrirmynd í því hvernig við bregðumst við og hjálpa þeim með sín viðbrögð. Foreldrar Bryndísar Klöru Birgisdóttur hafa biðlað til okkar að gera kærleikann að eina vopninu í okkar samfélagi. Hvernig ætlum við að bregðast við því ákalli? Okkur rennur blóðið til skyldunar. Við verðum og við skulum komast fyrir ræturnar á slæmri þróun, svo að svona atburður endurtaki sig aldrei. Það sameiginlega hlutverk okkar eru engir flokkadrættir. Málin sem bíða Alþingis eru mörg og flókin og orsakir vanda oft samtvinnaðar. Undanfarnar vikur hef ég rætt einslega við ráðherra ríkisstjórnarinnar og formenn allra flokka. Ég þakka fyrir þau góðu samtöl sem sýndu mér að þótt fólki greini stundum á leiðir samhljómur það hvaða mál eru brýnust í okkar samfélagi. Vítahringur húsnæðisskorts, verðbólgu og vaxta veldur mörgum áhyggjum. Eftirspurn eftir húsnæði keyrð áfram af fólksfjölgun sem að hluta innlend en að meiri hluta tilkomin vegna erlendra gesta sem við bjóðum velkomna, hvort sem það eru ferðamenn eða þau sem flytja hingað til að vinna. Hér dvelja löglega meir en 80.000 erlendir ríkisborgarar, flestir frá evrópska efnahagssvæðinu. Íslenskt samfélag gæti ekki án þeirra verið. Þau manna fjölda mikilvægra starfa. Þau þurfa að þaka yfir höfuðið eins og við hin. Eðlilega eykur það eftirspurn á húsnæðismarkaði. Því þarf að svara með auknu framboði. Stórum hópi ungs fólks sem nú stígur sín fyrstu skref út í lífið og þarf að standa á eigin fótum fallast hendur. Þau velta jafnvel fyrir sér hvort hér sé nógu gott að búa, hvort hér sé gott að eignast og ala upp börn. Hækkandi afborganir af húsnæðislánum reynast mörgum þungur baggi og þau sem á leigumarkaði, ung sem eldri, búa hvorki við öryggi né skaplegt leiguverð. Vitaskuld fylgja því áhyggjur og erfiðar tilfinningar, jafnvel kvíði og depurð. Vöktun og viðbrögð við náttúruhamförum eru nú mikilvægt viðfangsefni í okkar samfélagi. Mælitækni fleygir fram og aðferðir viðbragðsaðila batna með fenginni reynslu.
en hamfarirnar sem nú geisa á Reykjanesi eru engu líkar. Endurtekin eldgos sem ógna heimilum, afkomu og samfélagi þúsunda og nagandi óvissa framtíðina eru fordæmalaus áraun. Það mikilvægt að vernda innviði, en ekki síður að taka utan samfélagi sárum og búa þannig hnútana að fólkið innan þess fái sjálft að koma að ákvörðunum endurreisn þess. Ýmsir viðra áhyggjur af innviðum okkar eins og skólum og heilbrigðiskerfi. Á 3 milljón ferðamanna stórauka álag á samfélagið allt og þau sem hingað flytja eiga rétt á heilbrigðis- og samfélagsþjónustu og börnin þeirra eiga að ganga í skóla og læra íslensku. Öðruvísi njóta þau ekki sömu tækifæri og önnur börn og hætta á að enn fleiri verði utanveltu. Hér lífsnauðsynlegt að við gerum betur. Það mun skila sér margfaldlega. Þeir sorglegu atburðir sem hafa orðið undanfarnar vikur í okkar samfélagi láta engan ósnortinn. Einlæg samúð okkar hjá öllum þeim sem eiga sárt að binda. En við þurfum að kafa dýpra, að uppsprettu þeirrar vanlíðunar sem brýst fram í ofbeldi. Enginn sem líður vel, hvort sem fullorðinn eða barn, vopnast til að meiða aðra. Við verðum að vera sérstaklega vakandi fyrir líðan barna og geta brugðist við þegar grípa þarf til ráðstafana. Ofbeldi ekki bara viðfangsefni löggæslu og dómskerfis. Ofbeldi heilbrigðismál, eins og breski forsætisráðherrann sagði nýlega svo umbúðalaust. Því samvinna margra aðila lykilatriði líkt og lagt upp með í lögum farsæld barna. Umræðan farsæld barna leiðir hugann að ískyggilegum fréttum lestrargetu þeirra. Það frumskylda okkar menntakerfis að tryggja að börn læri að lesa. Fjölmargar rannsóknir sýna og undrar engan að læsi forsenda frekara náms. Barn sem ekki ræður við lestur dregst aftur úr, verður verr og verr statt, missir kjarkinn og áhuga á að læra, með grafalvarlegum afleiðingum. Beita verður sannprófuðum aðferðum við lestrarkennslu. Börn þurfa líka að fá athygli og finna að á þau sé hlustað. Þau þurfa mátulegt frelsi og heilbrigðan ramma, næði, tilgang og hugarró til að tengjast sjálfum sér og öðrum. Þá mikilvægt að nefna að rannsóknir og reynsla sýna að skjá og símafrí skipta sköpum. Við vitum að margt það sem ber fyrir augu ungmenna á samfélagsmiðlum alla daga hefur skaðleg áhrif. Þau segja það sjálf. Í sítengdum heimi hefur orðið alvarlegt tengslarof. Samvistir barna, foreldra og góðra fyrirmynda ýta undir örugg tengsl sem börnin búa að út lífið. Afstóðum þau við að ræða tilfinningar sínar og finna tjáningu sinni farveg. Þar geta listir og sköpun ekki bara lyft andanum, heldur kennt okkur að skoða hlutina frá ólíklegustu sjónarhornum og setja í annað og nýtt samhengi. Fátt betur til þess fallið að dýpka skilning og tengsl okkar hvert við annað. En í flóknum málum ekkert eitt svar. Lausnin marglaga. Hlustum eftir sjónarmiðum annarra og mætum hvert öðru í mildi. Tölum saman af virðingu fyrir ólíkri lífsreynslu og skoðunum. Lyftum okkur upp yfir dægurþras. Aðrar þjóðir standa frammi fyrir sömu spurningum og áskorunum. Lærum af því sem vel gert hjá grannþjóðum okkar. Hér ef til vill fólginn lykillinn að umbótum, því blessunarlega þekking og reynsla ekki bara á fárra höndum. Gáfur, hugsjónir og ólíkar nálganir alls konar fólks sem vill vinna í þágu samfélagsins ekki bara gagnlegar, heldur nauðsynlegar. Okkur veitir ekki af öllum góðum hugmyndum. Við eigum að láta þær njóta sannmælis hver sem ber þær fram. Innblástur í verki sem framundan má finna víða. Við eigum glæsilegar fyrirmyndir. Paralympics, Ólympíumót fatlaðra í París á dögunum, var kennslustund í mennsku.
Allir sem keppa á Ólympíuleikum vinna afrek, en það er þrekvirki að komast alla leið á stóra sviðið með fötlun. Hugrekkið, vinnusemin, úthaldið og dugnaðurinn sem keppendur sýndu var í einu orði sagt ótrúlegt. Og samhugurinn í troðfullum áhorfendastúkum ekki síður. Í París var klappað þar til allir kláruðu, hver einn og einasti keppandi. Ágætu þingmenn, landsmenn horfa til ykkar farsæl störf og árangursrík. Þó að stjórnmálaflokkar eigi í harðri samkeppni í kosningum og hafi ólík sjónarmið, þá skiptir miklu að geta gefið eftir og náð sameiginlegri lendingu í þágu þjóðarinnar. Lýðræðið krefst málamiðlana, samninga og sáttaferla sem leiða til heppilegrar niðurstöðu fyrir þorra landsmanna án þess að gengi sig gegn sanngjörnum sjónarmiðum minnihlutahópa. Eitt sem komst skáld svo að orði: litla þjóð sem átti í vök að verjast, vertu ei við sjálfa þig að berjast. Við Íslendingar erum rík af gjöfulum auðlindum til sjávar og til sveita. Við erum líka skapandi þjóð sem býr yfir seiglu og við erum alin upp við að aðlaga okkur nýjum og breyttum aðstæðum. Stöndum vörð það sem skiptir okkur öll og framtíðarkynslóðir mestu máli: heilbrigt samfélag. Ég óska þingmönnum og Alþingi allra heilla og bið ykkur að rísa úr sætum og minnast fósturjarðarinnar. Heill forsetavorum og fósturjörð, Ísland lifi. Húrra, 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 húrra! Hver á sér þau að föruland
Háttvirtir alþingismenn, ég býð ykkur velkomna til starfa á 155. löggjafarþingi sem nú er að hefjast. Einnig býð ég velkomna gesti alþingis við þingsetningarathöfnina og heilsa starfsfólki skrifstofu Alþingis og vænti góðs af samstarfinu eins og endranær. Þingið sem nú er að hefjast hið síðasta á kjörtímabilinu. Þingkosningar verða á næsta ári og þeim fylgja vissulega ávallt tímamót þó samfellan í stjórnskipuninni sé tryggilega lögfest. En upphaf nýs löggjafarþings hverju sinni markar líka tímamót. Þá hefst ný lota þingstarfa sem oft krefjandi og annasöm. Það helgast auðvitað því að viðfangsefni þingsins eru fjölmörg og oftar en ekki flókin og margþætt líka. En álagið ræðst einnig af starfsháttum hér innanhúss og það er auðvitað mikið undir þingheimi komið hvernig tiltekst hverju sinni. Ég óska þess að við berum gæfu til að vinna vel og skipulega að verkefnum þessa síðasta þings á yfirstandandi kjörtímabili. Það er rótgróið í menningu okkar að fagna merkisviðburðum. Það gerum við í okkar einkalífi með ættingjum og vinum þegar tilefni gefast og eins á opinberum vettvangi. Þegar líður að afmælum ýmissa tímamóta viðburða í þjóðlífinu þykir okkur rétt að minnast þeirra með verðugum hætti. Árið 1930 var 1000 ára afmælis Alþingis minnst á Þingvöllum með veglegri hátíð sem tókst vel í hvívetna og lifði lengi í minningu þeirra sem þar voru sem einstæður hátíðarviðburður. Það var ekki sjálfsagt mál á þeim tíma að halda fjölmenna útihátíð á Þingvöllum á eyðistað til fjalla eins og einn nefndarmanna í hátíðarnefndinni komst að orði. Þau voru bæði mörg og stór verkefnin sem þurfti að leysa til að allt gengi vel fyrir sig og hátíðin yrði landi og þjóð til sóma. En með markvissum undirbúningi og samstilltu átaki tókst að fagna hinum merku tímamótum með slíkum glæsibrag að bæði heimamenn og erlendir gestir alþingishátíðarinnar hrifust af því sem þar fór fram. Árið 2030 verður öld liðin frá þessari 1000 ára afmælishátíð Alþingis og það er orðið tímabært að leggja á ráðinu það hvernig 1100 ára afmælis þingsins verður minnst. Ég mun sem forseti hafa frumkvæði að því að lögð verði fram á þessu þingi þingsályktunartillaga undirbúning fyrir 1100 ára afmælishátíð Alþingis. Með því móti verður hægt að hefja þennan undirbúning tímanlega og leggja drög að margvíslegum verkefnum sem hæfa þessum merku tímamótum. Kjörinn umboðsmaður Alþingis Skúli Magnússon sem gegndi embættinu frá 1. maí 2021 hefur verið skipaður dómari við Hæstarétt. 4 einstaklingar hafa gefið kost á sér í þetta embætti og mun forsætisnefnd Alþingis gera tillögu til Alþingis það fyrir lok þessa mánaðar hver skuli gegna embættinu. Mér hefur orðið nokkuð tíðrætt hér tímamót af ýmsu tagi og vissulega voru tímamót á þessu ári þegar að tekið var í notkun nýtt skrifstofuhús fyrir Alþingi sem fengið hefur nafnið Smiðja. Nú er byggingu þessa hús lokið, það er fullbúið og hefur þegar gegnt sínu hlutverki frá því í vetur. Í Smiðju eru starfsstöðvar þingmanna og stórs hluta starfsliðs Alþingis. Húsið er af þeim sökum ekki opið almenningi daglega. En næstkomandi laugardag, þann 14. september, munu dyr Smiðju standa öllum opnar og við bjóðum gesti velkomna til að skoða hið nýja hús á formlegum vígsludegi þess. Jafnframt verður boðið upp á leiðsögnum Alþingishúsi þennan dag. Nú verður þessum þingfundi brátt frestað og ég bið þingmenn og gesti Alþingis að þiggja veitingar í Smiðju í tilefni dagsins. Ég vil biðja hæstv. Forsætisráðherra að ganga fremstan með mér úr salnum til Smiðju. Þessum fundi verður nú frestað til klukkan 4. Fundinum er frestað.